Góðan daginn. Verið velkomin á þennan hádegisfyrirlestur hjá Þjóðminjasafni Íslands, bæði þið sem sitið hér í sal og þið sem eru heima eða bak við tölvuna. Fyrirlesturinn í dag ber heitið Stagbætt, spengt og stoppað í göt og Anna Leif Auðar Elídóttir, safnkennari Þjóðminjasafnsins, ætlar að fjalla hér gripi í eigu safnsins sem eru bættir og viðgerðir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, Hrafnhildur. Velkomin. Ég heiti Anna Leif og ég starfa hér sem safnkennari. Og eftir því sem ég kynnist safnkosti og grunnsýningu Þjóðminjasafnsins betur, nýt ég þess að horfa á gripina út frá ólíkum sjónarhornum og þemum. Ég hef starfað hér síðan 2016, þannig að ég ennþá að finna gripi á grunnsýningunni sem ég var ekki búin að taka eftir áður, þannig að þá sjáum við hversu marg slungin hún er. Og ég hef til dæmis tekið mér það fyrir að skoða safngripi og sýninguna út frá efniviðinum sem í gripunum, eins og til dæmis horn, bein, ull, málmar, hrossár, silki og fleira. Nú eða skreytingar, svo sem blómamyndir, sögur úr Biblíunni, dýramyndir, teinunga, letur og fleira. Tímabilin sem þessir gripir standa fyrir og hér sjáum við skó frá ólíkum tímabilum. Jafnvel handverkið og kunnáttuna sem þurfti til þess að búa gripina til. Og slökk og ljós. Hérna, já, Hrafnhildur, er þetta til að kíkja á það. Og ég til dæmis hef bæði kynnt mér aðeins körfugerð og balduringu til þess að vita hvað stendur á bak við svona merkiskripi. Og svo eins og núna, að þá fer ég yfir í það að skoða hvernig gripir eru viðgerðir og með hvað, bæði hvernig gripir og með hvað hætti þeir hafa verið, notaðir fyrir og eftir viðgerð kannski og annað slíkt. Og mér langar til þess að nefna það að ég ekki sérfræðingur, heldur hef ég nokkurs konar yfirborðsþekkingu og mikinn áhuga. Mér datt þetta efni í hug vegna þess að nú, þessu lífi sem við lifum í dag alltaf verið að búa til einhver svona átök þetta og hitt, að taka stutt tímabil þar sem við venjum okkur á að gera eitthvað sérstakt. Og núna til dæmis Evrópsk samgönguvika í gangi 16. til 22. september og á morgun bíllausi dagurinn sem tengist svona þessum græna lífstíl. Við erum líka með eitthvað sem kallast plastlaus september. Þetta allt í gangi núna. Og þessar mundir Þjóðminjasafnið að stíga sitt 3. og 4. skref í grænum skrefum í ríkisrekstri. Og ég að tengja þetta svolítið við það vegna þess að ég að vinna í þeirri þemavinnu í innra starfi safnsins. Og aðeins tölur tengdar þessu græn skref í ríkisrekstri, að þá það 130 stofnanir á 421 starfsstöð hér á Íslandi sem að taka þátt í grænum skrefum í ríkisrekstri. Þetta svona tengist innra starfi þessara stofnana og kannski ekkert endilega ábyrjandi út á við. Og þá taka rúmlega 14.000 starfsmenn þátt í þessu verkefni. Og markmiðin meðal annars að efla umhverfisvitund og auka vellíðan starfsmanna. Og í þessum fyrirlestri þá notast ég við myndir af Sarpi sem menningarsögulegur gagnagrunnur á netinu og ég hvet ykkur til þess að skoða. Og myndir og texta
úr innra starfi Þjóðminjasafnsins, meðal annars frá undirbúningi sýningar árið 2011 sem kallaðist Stoppað í fat og var í horni hérna upp á annarri hæð. Hér er skjáskot af sarpi og ég byrjaði á því þar er hægt að slá inn leitarorð og ég sló inn leitarorðið viðgerð eða viðgert með stjörnu til þess að þurfa ekki að klára orðið til þess að fá sem víðustu leitina og ég fékk 3650 leitaniðurstöður. Og ég þrengdi það, þetta er 50 söfn á öllu landinu sem að hafa skráð sinn safnkost á sarp og ég þrengdi þetta niður í Þjóðminjasafnið og þá fékk ég 2512 atriði. Og það eru svona marg atriði vegna þess að þarna er líka svokallar spurningaskrár þjóðháttasafnsins sem að nefna oft viðgerðir líka. Og ef ég einskorða mig bara við gripi þá voru það 192 færslur hjá Þjóðminjasafninu, það sem að er búið að færa inn í sarp að gripurinn sé viðgerður. Og til þess að gera leitina ennþá náttúrulega stærri og meiri þá er hægt að nota önnur orð eins og ég notaði til dæmis í titli fyrirlestrarins. Það er hægt að nota að bæta, spengja, staga, stoppa, lappa upp á. Öll þessi orð í þessari ríka tungumáli okkar sem við eigum til þess að yfir það sem við tökum okkur fyrir hendur. Hérna innan rauða kassans stendur þjóðhættir og þar er hægt að leita í þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins sem er drjúgur grunnur ýmislegt sem varðar líf forfeðra okkar og mæðra og langar með að hvetja ykkur til að skoða sarp og jafnvel svara einhverjum af þessum spurningalistum. Allir sér bláir eru opnir ennþá eða hafa verið opnaðir aftur. Og nokkrir opnaðir aftur í COVID. Til dæmis ömmurnar. Algengt var að spengja laskað leirtau og trégripi. Þá var byrjað að bora göt með oddhvössu járni beggja vegna við brotið og stundum voru brotin saumuð saman með margföldum tvinna en það þótti ekki mjög heilnæmt því ýmislegt gat leynst í tvinnanum þrátt fyrir að ílætin væru þegin. Ílát sem spengt voru með bandi fengu því gjarnan nýtt hlutverk, voru notuð undir eitthvað annað en sem ekki bleytti tvinnan. Algengar var að spengja með blý, látúns, tin eða koparspöngum. Það þótti vandi að spengja því hlutirnir vildu brotna þegar bora var í þá. Spengdir gripir voru vitanlega viðkvæmnari en áður en með aðgætni gat viðgerðin enst mjög lengi. Að spengja er aldargömul aðferð, svo sem sjá má á grýtubrotinu, boraða steinbroti þarna. Þetta er partur af potti úr klébergi. Það sýnir að landnámsmenn notuðu þessa aðferð til viðgerða og á því eru göt eftir spengingu. Þegar ég var svona 6 ára, þá lærði ég vísu og hún kom vegna þess að ég hafði verið óvenjulega óþekkan dag. Og þegar ég lagðist upp í þá breiddi mamma ofan á mig og sagði svo, hélt í sængina og keyrði mig svona ofan í rúmið svo þetta var með mjög minnistætt og hún sagði, vendu þig á að vera stillt. Þá sjáu þið hvernig dagurinn hefur verið. Og svo hélt hún áfram, vinnusöm og iðin, annars færðu engan pilt ef þú gengur rifin. Og þegar ég fór að grúska og leita að uppruna þessarar vísu þá fann ég eiginlega bara eitthvað fuss og svei hvað þetta væri aldeilis ekki við hæfi að kenna stúlkum svona. En mér datt þetta í hug þegar ég var að skoða þessa stoppuðu gripi. Viðgerðir og fatnaði og öðrum textilum hefur fallið í hlut kvenna í gegnum aldirnar að mestu leyti. Konur lærðu hver af annarri og ungar stúlkur af mæðrum sínum og eldri konum. Það þótti ekki fínt að láta sjá sig í götóttri flík.
og svo sem ekkert öllum sem finnst það heldur í dag þó að það sé hægt að kaupa götóttar gallabuxur. Og þess vegna var allt sem skemmdist lagað svo fljótt sem und var. Flestir áttu auk þess fáar flíkur, efnin í þeim voru heimofin eða þau dýr og oft langan veg að fara til að nálgast þau. Lengst af var allur fatnaður heimasaumaður og prjónaður og hið sama er að segja viðhald þeirra og viðgerðir. Stúlkur lærðu hvers konar viðgerðir af mæðrum sínum en á 20. öldinni færðist sú kennsla að nokkru leyti yfir til skólana. Stúlkurnar voru þá látnar gera skyldustykki með ýmsum viðgerðarstoppum, bæði fyrir vefnað og prjón og aðferðum til að bæta flíkur. Og það eru til þó nokkur svona stykki á Þjóðminjasafninu sem að sýna svona pröfur. Og mér finnst það svolítið skemmtilegt að það er ártal og jafnvel nafn viðkomandi á greipnum. Og þetta er líka slíkur greipur. Við sjáum rönguna og síðan réttuna og þessi prufa er svo haganlega bætt að það er varla að sjá viðgerðina. Flíkum var sjaldnast hent, þeim gerslitnu sem á afgöngum var haldið til haga til að nota í bætur. Ef þess var nokkur kostur var reynt að hafa bótinu á sama efni og flíkina sem gera átti við og eins að láta munstur í bót og flík standast á. Margar konur þóttu snillingar að bæta og stykkja svo viðgerðin sást lítið eða ekkert. Ef gat eða slit kom í betri föt voru þau, og þetta er sem sagt svar við spurningaskrá inn á Þjóðháttasafninu. Ef gat eða slit kom í betri föt voru þau gjarnan stykkjuð svo naumast sást. Þá varð bótin að vera af sama efni og flíkin og falla að munstri og allri gerð þar sem bæta átti. Gatið var klippt réttind og klippt upp í hornin sem svaraði tæpu saumfari, bótin sniðin eftir gatinu og þess vandlega gætt að rendur og slíkt stæðist á, bótin ofurlítið stærri en gatið sirka 2 saumförum. Síðan var bótin saumuð við, stungið út og inn með nálinni og þess vandlega gætt að efni gengi ekki til og allt stæðist á. Saumarnir flattir út og pressaðir, jaðrarnir heksaðir niður með lempni og síðast pressað á réttunni. Þetta finnst mér alveg magna. Þetta eru síðar karlmanns nærbuxur og sarpskráningin segir föðurland vélprjónað og virðist geta verið útlent, ekki úr íslenskri ull. Því er hneppt að framan með 4 tölum hverri af sinni gerð. Föðurlandi er augljóslega mikið notað. Það hefur gatslitnað mjög víð og margsinnis hefur verið gert við það. Það eru einmitt þessar viðgerðir sem sumar hverja eru listilega vel gerðar, sem gera þennan greip svo áhugaverðan. Föðurlandi barst með öðrum fatnaði til hjálparstarfs kirkjunnar en ekki er vitað hvaðan. Það þótti sjálfgefið að allur fatnaður væri gernýttur. Föt gengu frá þeim eldri til hinna yngri. Saumi var ný flík úr þeirri sem orðin var slitin eða of lítil. Upplituðum ullarflíkum var vent. Þá var saumum sprett í sundur og saumað saman á ný þannig að rangan sneri út. Göt voru bætt og stykkjuð, stoppuð, rimpuð, stöggluð eða stöguð. Það er þeim var rykt saman með nálsporum, einnig kallað að skjóða saman. Svo kemur hérna svolítil vísa. Undur og skelfing er það ljótt á æva gömlu fati að bæta svart með grárri bót, það gengur næst gati. Mitt var starfið hér í heim, heita og kalda daga, að skeina krakka og kempa þeim og keppast við að staga. Ég þráði að leika lausu við sem lamb græna haga, en þeim eru ekki gefin grið sem götin eiga að staga. Theodóra Thoroddsen.
Það var yfirleitt hlutverk karlmanna að sjá viðgerðir á búsáhöldum og amboðum af ýmsu tagi. Stöku vinnukona lagði þó slíkt verk fyrir sig. Til viðgerða var almennt nýtt það sem tilfjall á bænum og úr sér gengnir hlutir eða ónýtir gjarnan notaðir til lagfæringa annarra gripa. Stærstur hluti búshluta var heimasmíðaður og allt var nýtt til hins ítrasta. Varaáhöld voru fá eða ekki til og oft langan veg að fara í búð eftir hlutum, auk þess sem ekki var gefið að fjárhagur fólks fylgdi það. Menn lögðu sig fram við að viðgerðir væru haganlega gerðar og jafnvel svo að þær væru gripum til prýði. Fyrst og fremst var tilgangurinn þó að gera gripinn brúklegan á ný, helst þannig að hann endist sem lengst. Þegar viðgerðir voru svo illa og klunnalega gerðar að líklegt þótti að gripurinn bilaði fljótt aftur, þótti það viðgerðarmanni til minnkunar og jafnvel kallað hrossalækningar. Hér sjáum við hornspæni. Nokkuð algengt var að spænir færu í sundur á mótum skafts og blaðs, enda horn fremur viðkvæmt efni. Þeir voru lagfærðir með látúns eða koparspöngum og reynt að hafa viðgerðina til prýðis við fyrir gripinn, enda hver spónn einstakur og náttúrulega skreyttur, hugsanlega þá með fangamarki eiganda eða eitthvað slíkt. Viðgerðir fóru jafnan fram á heimilum og iðulega var einhver á bænum sem gat séð grófari lagfæringar hversdagsgripa. Sumar viðgerðir kröfðust meiri sérhæfingar og í sveitum landsins og þéttbýli voru alltaf einhverjir laghentir sem tóku þær að sér fyrir nágranna eða sérhæfðir handverksmenn. Og hér kemur svar úr þjóðháttadeildinni. Ég man eftir potti heima með koparlitri klessu í botninum. Það hefur komið á hann gat og verið settur einhver tappi í það og hann síðan flattur út báði megin. Klifberar voru þarfaþing og gert við þá eins oft og lengi og hægt var. Klifberar voru oft margspengdir og gjarnan notaðar til þess gamlar skeifur. Og ætli við sjáum ekki glitta í skeifur þarna. Þær hafi ekki bara verið barðar út áður en þær voru notaðar til að spengja þær. Skíði voru stokkuð þegar þau klökknuðu undan fæti af sliti, það fjöl negld ofan á miðhluta skíðisins til styrktar. Brotnar beygjur voru jafnan spengdar með 2 girðispöngum en einnig límdar og stokkaðar fyrirgeði. Skíði sem orðin voru óhæf til hefðbundinnar notkunar voru oft notuð undir skíðasleða. Íleppar voru venjulega hafðir í öllum skóm, allt frá skrautlegustu rósaleppum til grófgerðra stagleppa. Stagleppar eða stangíleppar voru bæði gerðir úr vefnabútum og prjónatöskum úr ónýtum flíkum, ýmist 2 eða 3-faldir. Betra þótti að í það minnsta eitt lagið væri vaðmál, þá aflöguðust þeir síður. Væru eingöngu notaðar prjónatuskur voru lykkjurnar í einu borðinu látnar snúa þvert á lykkjurnar í hinu, svo lepparnir teygðust minna. Þeir voru svo gróft stagaðir með bandi eða þræði, þvert og endi langt í kring. Fáa hluti var það spara eins mikið á skóleður til ígangs við útivinnu. Við útiverkin var jafnað gengið í skóm úr stórgripahúðum og þær féllu sjaldan til. Oft þurfti að bæta og staga skó daglega og gjarnan voru teknar bætur úr skóm sem orðnir voru alónýtir til að stykkja aðra með. Jafnvel lögð bót ofan á bót. Viðgerðir á skóm voru kvennaverk. Þær þóttu bæði ill og erfið vinna og hér sýnist mér nú bara vera búið að gera ekki eins við þessa skó eins og ég ætla að lesa upp hérna, en þetta svar úr þjóðháttadeildinni. Konur sátu við að staga og stagla í þessi skóreksni eftir að aðrir voru til náða gengnir. Skóna varð að bleita upp væru þeir harðir
og eins bæturnar. Þær breyttu einhverja fataræfla á hné sér og höfðu skóna í kjöltunni. Bótina varð að hringsauma og var stungið í leðrið en ekki í gegn og bótin fest þannig. Þessi virðast nú bara verið negldir. Dæmi algenga viðgerð sem krafðist nokkurra lagni var spenging, viðgerð sem í okkar augum lítur út eins og gripurinn hafi verið heftur saman á brotunum. Spenging var notuð á tré, málm og jafnvel stein en algengast var þó að leirgripir svo sem ýmis borðbúnaður væru spengdir saman. Á fjölda heimila voru menn sem þóttu snjallir í að spengja en þó var gjarnan sagt að þeir gætu það einir sem allt leki í höndunum á. Til að þétta rifur og sprungur í spengdum leirgripum voru þeir stundum soðnir í nokkra klukkustundir í mjólk og virkaði það þá sem lím. Sumum fannst best að sjóða þá í sauðamjólk, öðrum í undanrennu eða nýbærumjólk, broddi, og þurfti þá að geyma broddið vandlega þangað til að kýr bar. Þá þekktist að allt leirtau sem brotnaði væri geymt yfir árið og þegar skatan var soðin á Þorláksmessu var leirtaugið saumað saman og það svo sett í skötusoðið sem virkaði sem lím. Og maður sér það náttúrulega bara fyrir sér, þetta er bara eins og matalím. Leirtau var einnig límt þannig án spengingar. Þá var margbundið utan gripinn og svo brotin eða sprungurnar héldust þéttar saman og hann síðan soðinn í mjólkinni. Síðan látið kólna og liggja í mjólkinni nætu langt. Þetta var ekki eins traust viðgerð og spenging en gat þó enst nokkuð lengi ef vel var farið með gripinn. Hér sjáum við marg viðgerða gripi. Það er einhver afskaplega mikill karakter komin í svona grip. Mikil saga. Þessi stakkur er dæmigerður vinnustakkur frá fyrstu árum 20. aldar og marg viðgerður. Og hér er frásögn gefanda stakksins til Þjóðminjasafnsins. Bróðir minn óvaðmáliði stakkinn líklega 1926 eða nálægt því. Uppistaðan var hvítur bómullartvistur en íva við spann mamma úr sauðsvörtu þeli. Voðin var þæfð undir fótum, undin og rúmfjöl til að slétta hana og látin bíða í nokkra daga á fjölinni. Síðan var hún þurrkuð og svo sneið mamma og saumaði. Hún bætti líka þegar stakkurinn fór að slitna. Það er búið að endurnýja vasana. Þeir slitnuðu mjög fljótt. Bræður mínir gengu gjarnan með nagla í vösunum. Guðmundur bróðir átti stakkinn en síðasta hlutverk hans var samt að vera að mjálta stakkur á mömmu. Kýrnar hennar vildu sleikja á henni bakið meðan hún mjólkaði þær. Þessi stakkur hefur nú sennilega verið orðinn slitinn á bakinu áður, menn þurftu svo margt að bera á bakinu. Þessi stakkur, hann var á sýningunni þarna 2011. Og þá kom fólk og spurði hvort það gæti fengið sniðið og fengið helst að bara eftirgerðan svona stakk með bótunum því að hann var svo flottur. Hér eru viðgerðir trégripir. Hér er þessi skemmtilega þvottaklemma. Það er gaman að velta fyrir sér tímanu sem fór í að spengja eða gera við þessa klemmu og efniviðnum sem fór í hana. Ætli það hafi svarað kostnaði eða ætli klemman hafi kannski bara orðið betri eftir viðgerðina. Betri en ný. Það var allavega ekki mikla líkur á því að hún dytti í sundur. Algengt var að bæta gripi með járnþynnum sem festar voru með hnoðunöglum. Það var stundum fyllt í rifur með deigi úr rúmjöli og það látið harðna. Og hér sjáum við til dæmis, allir þetta sé ekki prjónastokkur og lokið, gert í lokið þarna.
og rúmfjalir viðgerðar. Svo ætla ég að segja ykkur aðeins af einstökum gripum sem eru á sýningunni. Og eftir að ég lýk máli mínu hér þá ætla ég að bjóða þeim gestum sem eru í sal að koma með mér upp á sýninguna og skoða nokkra gripi sem eru viðgerðir eða bættir. Og ég með þessa 2 gripi hérna, þeir eru báðir á sýningunni. Altarisklæðið er skreytt með útsaumi og það er frá Reykjum í Tungusveit. Efst á klæðinu eru 7 hringir sem gengið hefur verið út frá að séu síðari tíma viðbót. Þannig að ég fór svona að velta fyrir mér eftir að ég var búin að vera að skoða þessa viðgerðu gripi, það eru ekki allir gripir sem hafa verið bættir vegna þess að þeir hafi skemmst. Kannski þurfti að stækka þá. Hérna er tilgátan sú að það hafi verið ákveðin brík fram á þennan altari stúku og þegar að sú brík hafi ekki verið til staðar lengur þá hafi þurft að fylla upp í svartan flöt á dúknum. Og svo er þessi smápottur sem við köllum álfapottin. Smápottur steyptur úr kopar með eyrum 2 sem eru eins og 7 í laginu og fótum 3 niður mjóum og 3 cm löngum. Einn þeirra er frumlegur, hann er sem sagt upprunalegur og er hálf sívalur. Hinir sívalir og hafa verið settir í fyrir aðra sem brotnað hafa af. Og það sem að fylgir með þessum potti er líka að hann hafi verið talin gæddur ákveðnum lækningar eiginleikum, þannig að það er búið að sarga af honum með fjöl og talið líklegt að það hefði verið sett á sár til þess að græða sár. Þannig að af því hann er talin hvort að það er málmurinn sjálfur eða sagan hann hafi verið komin frá álfum, það veit ég ekki alveg um. Ég er hérna með einn af mínum eftirlætisgripum á sarpi stendur. Það sjáið, þetta er sem sagt Valþjófsstaðahurðin og þetta er efsti parturinn á henni og hér ég tók þessa nærmynd til þess að sýna ykkur að það er eins og sléttir fletir hér á henni. Nei, þið sjáið það ekki. Ég sé bara, má ég sjá, sjáið þið núna, já. Hér liggur ljónið og syrgir riddarann og hér undir ljóninu er skreyting í hurðinni sem er áletrun og það vantar í áletrunina og það stendur hér í sarpskráningunni: fremstu 2 orðin vantar nú, hefur verið skotið þar inn nýjum renningi í hurðina en þau hafa verið sem sagt og svo kemur setningin. Þannig að það eru ýmsar skemmtilega pælingar þegar maður fyrir að skoða gripi betur. Og þetta er skjár. Eini skjárinn sem að Þjóðminjasafnið á. Hann er úr sköturoði, sveigður, sem sagt saumaður utan yfir svona nánast í kringlótt tré og skafið sköturof og það er varpað með sterkum og gildum togþræði í brúnina og þannig strengt yfir sveiginn. 2 göt eru á sköturóðinu utan til á skjánum og á einum stað hefur það rifnað og verið saumað eða rifað saman. Svo er skjár þessi lítill og roðið ógagnsætt að eigi hefur hann gefið frá sér nema litla ljósglætu. Mér finnst bara svo merkilegt að ímynda mér aðstæðurnar sem að fólkið bjó við. En engum hefur þótt þetta það mikilvægt eða merkilegt að þessu hefur sennilega verið fleygt, þannig að ekki mikið af þessu hefur endað á söfnum. Og þá er ég komin út á enda. Eru einhverjar athugasemdir eða spurningar áður en við leggjum af stað í gönguferðum sýninguna? Ekki bara að spjalla það á leiðinni? Glæsilegt. Takk fyrir.